Saurbæjarkirkja í Eyjafjarðarsveit var byggð árið 1858 og ein örfára torfkirkna sem enn standa hér á landi. Síðustu 2 árin hafa 2 handverkskonur unnið að því að vefja nýjan altaristúk og ný gólfteppi í kirkjuna og sumardaginn 1. verða klæðin formlega afhent. Handverkið byggt á altarisklæði frá miðri 16. öld sem var í Miklagarðskirkju sem stóð í Saurbæjarhreppi til ársins 1930. Jeg kan sagt faktisk, at der började med det namnskede, som hadde var der halte, som hed at bruge til mønster, urmønster. Og mønstret, som vi fik ur altarisklædet fra gamle Miklagarðskirke. Ja. Og så dette namnskede var boet og spør hadde, hvad vi ville gøre med disse mønster, eller mønstre, som vi bundet gøre. Og Bryndís sagde, ja, jeg har valgt at sidde fyrir med at gøre altarisdúk. Og jeg bare, yes, dette gør vi. Og Bryndís var allan tiden bundet tekne i høvedet, hvernig hun ville have sådan en dúk. Og så der var kommet noget sted, så sagde jeg, at vi skulle væve gulvtæpper i kirken lige, og gøre hende almindeligere. Og hadde teknede mønstret, og satte det op i vævstolen, og jeg en mønstret samme mønster her i prædikestolen. Og jeg bare efter henne skipen. Svona var þetta. Og hvað þetta búið að taka langan tíma? Sko, ef við reknum alveg frá upphafi, þegar við byrjum að teikna mynstur eftir Miklabæjaklæðinu, þá eru þetta 2 ár. Já. Við byrjum hins vegar ekki á sjálfu verkefninu sem slíku fyrir en haustið. Apríl. Ja, með alls skrefi. Byrjum við að vinna en svo fyrir þetta svona smám saman í gang allt saman. Og ef þið lítið í kringum ykkur í kirkjunni, þá eru litirnir bæði í dúknum og í teppunum. Þetta eru litirnir hérna úr kirkjunni. Þetta þessi gamli blái litur og þessi gamli rauði og svo framvegis. Þannig að við sækjum allt efnið annarkvort hér í þessa kirkju eða Miklabæjakirkju eða það klæði sem að var þar. En Miklabæjakirkja svo kirkja sem stóð hér rétt fyrir innan og sem sagt hérna rétt fyrir utan fyrirgefðu. Og sem sagt sama sókn og þessi hér. En það hefur væntanlega farið gríðarleg vinna í þetta. Hvað ítir á mann að fara út í svona verkefni? Bara? Vi jo bare altid med eitthvað i hænderne. Og jeg så fyrir mig, nu gør jeg eitthvað hérna, som gør jeg sagt, meira gagn en at bare prjóna einhvern peysu. Já. Og eins líka þetta að hugmyndin var þarna og þá þetta ekkert annað eftir en að framkvæma hana og bara því ekki það. Og við höfðum samband við sóknarnefndina og þeim leist vel á þetta og þá fórum við bara í gang. Á sumrin, þegar kirkjan allra mest til sýnis, þá hafa ekki verið altarisdúkar á altarinu. Og það sumpart áræðilega vegna þess að þeir dúkar sem að kirkjan á eru gjarna gefni til minningar einhverja sem fólk hefur mist eða eiga sér einhverja slíka sögu sem gerir það verkum að fólk viðkvæmt fyrir því ef það verður fyrir njaski að sjálfsögðu. Þannig að mér fannst þetta svo rakið að gera dúk sem að bara mátti vera hérna á öllum stundum og getur verið uppi á sumrin þegar kirkjan opin og mest trafík hérna. Hins vegar þarf að taka þetta nefn á veturna vegna þess að það svona mýslur sem að hafa fundið skjól hérna. Þannig að þær eru dálítið hrifnar af svona ull, þannig að það þarf að taka þetta niður á veturna. En þetta ekki gert í minningu einn eða neitt, þetta bara verkefni sem að við vinnum okkur til ánægju og svona ég ekki einu sinni í þjóðkirkjunni þannig að það ekki af trúarlegum ástæðum heldur fyrst og fremst vegna þess að kirkjur jú menningarsetur. Þetta altaristúkurinn og ef við skoðum hann út frá klæðinu frá Miklagarðskirkju að þá mynstri hluti af mynstrinu, laufamynstrinu í þeim
því klæði sem að ég svo yfirfæri það útbý öðruvísi og setja hér. Þessi hjörtu eru á klæðinu frá Miklagarði en þar engin kross, þar þetta bara laufblöð hér inn í hjartanu og mér þótti tilvalið að búa til kross hér og setja þetta upp sem tákn fyrir trú, von og kærleika. Nú það svo að vonin alltaf táknuð með akkeri í svona venjulega í öllum hálsmönnum og þess að það var akkeri, en við erum hérna lengst inn í sveit. Hvaða vonir eiga bændur? Það auðvitað tengt gróðrunum. Þannig að mér fannst þetta alveg geta gengið upp, en auðvitað ég ekki með því að breyta táknum kirkjunar, en fyrir mér gekk þetta upp. Og nú stöndum við hérna ofan á þínu handverki. Ofan á mínu handverki, já. Já, og þetta þessi teppu sem lange teppið. Það verður sem sagt 5 teppa hér í þennan hérna. Og það verður rosalega gaman að vefa þetta. Auðvitað það mikil vinni, en allt sem gengur vel bara skemmtilegt. Og þú segist bara bíða eftir því að það séu nógu margir búin að labba á teppunum? Já, þegar það búin að vera svona lengi í vefstúlinn og mann vefa þetta svona, så það ekki alveg slett. Så jeg bara vonar að það kemur nógu fólk til að ganga á teppið og gera það alveg slett. Já. Það ásætt så sannelig en skillet at være flot.